Í þessu sýnindæmi ætlum við að skoða hvaða frumefni oxast og afoxast við efnahvarf með því að nýta okkur reglunar oxunartölur. Reglunar eru 7 sem eru hér og ef við byrjum bara að skoða efnajöfna þessa hér, tiltölulega einföld efnajöfna, þá sjáum við það að hér er ég með vetni og nitur sem stök frumefni og fyrsta regla segir öll hrein frumefni það hafa oxunartöluna 0. Þá veit ég að oxunartalan hjá vetni er 0 og hjá nitri er 0. Síðan er ég hér með efnasamband, ammóníak, og þá sé ég það að hér er ég með vetni og fjórða reglan segir að vetni hefur oxunartöluna +1 í efnasamböndum við málmleysingja, þannig að hér er vetni þá með +1. Nú ég er með 3 slík og þannig að samtals er ég með +3 í oxunartölu fyrir vetni. Sjötta reglan segir mér að summan verður að vera 0 sem þýðir að nitur hlýtur hafa oxunartöluna -3. Nú þá sjáum við það að fyrir efnahvarf þá var vetni með oxunartöluna 0 og það varð að +1 og nitur var með oxunartöluna 0 og hún varð að -3 eftir efnahvarf. Nú ef oxunartalan við efnahvarf hækkar þá oxast frumefnið, þannig að vetni oxast, og ef oxunartalan lækkar þá afoxast frumefnið, þannig að nitur hefur afoxast. Hér er svo með öllu flóknara efnahvarf, en við getum notað sömu aðferð áður, þar að segja fundið oxunartölu fyrir hvert frumefni fyrir sig, sé svo hver breytingin var til þess að átta sig á hvaða frumefni oxaðist og hvaða frumefni afoxaðist. Nú við byrjum með að skoða koparinn. Hér er stakur kopar, þannig að það þýðir bara að samkvæmt reglu 1 að oxunartalan er þá 0. Nú hér er súrefni, þannig að það er -2 eins og regla 5 segir. Og ég er með 3 slík, þannig að þetta er þá samtals -6. Nú summan út úr þessu verður að vera -1, þar sem þetta er sameindajón og regla 7 segir að sameindajónin hefur þá oxunartölu sem er jöfn hleðslunni og nitur verður þá að vera +5 á móti. Hér er með staka jón sem fær þá oxunartöluna +1, þar sem sama á hleðslan. Hér er önnur stök jón sem fær aftur oxunartöluna +2, þar sem sömu á hleðsluna. Hér er súrefni -2 og nitur verður þá að vera +2 á móti, svo summan sé 0 eins og regla 6 segir. Og hér er vetni +1 og súrefni -2 eins og regla 4 og 5 segja. Og þá sjáum við hér að kopar hefur farið frá 0 og upp í +2 sem þýðir að koparinn hefur oxast og nitur hefur farið frá +5 og niður í +2 sem þýðir að nitur hefur afoxast. En oxunartölu fyrir önnur frumefni hefur ekki breyst, þannig að þetta er þá einu frumefnin sem oxast og afoxast í þessu efnahvarfi.